Já, ég ætla að tala ég með hugmynd fyrir podcastan Er þetta off the record? Nei, Ok, þetta on the record Ok. Þátturinn heitir On the Record Það sem að við erum svona að recapa þætti Ok. Það sem að við horfum á sjónvarpsþætti og Hvaða sjónvarpsþætti? Ég til dæmis var að horfa á The Handling í gær Veitir hvað það er? Nei, ég hef það ekki hérna. Getur þú fært skjáin aðeins en sjáu andlitaðir Það sé engin andlit á. Nei, ég sé það Nei, hinn áttina Hináttina? Já, veist Þannig að Arnar sjá mig ekki? Ég þarf ekki að segja það Ég skil ekki okkur Gauti er alltaf obsessiv yfir alltaf ekki að segja mér að færa mækin og eitthvað Við sjáu fokkin andlit að fólk er að tala við það Ég er bara með störu í klukkutíma þegar við erum að taka þessu þetta Ég veit alltaf þið eru hérna Ég veit, ég reiði mig svo mikið á varalestur þegar ég er að tala um fólk Er það ekki að lenda í vandræðum út af grímunum? Mega! Mega fokkin vandræðum Ok Hvað varst að leggja þetta upp? Nei Senda stóðsendingu sjálfum að þið? Ég er ekki að grínast Let's go Ég er alltaf að lenda í þessu Ég er ekki nú ég er kannski að lappa Ég er að lappa í Krónunni og ég er Hlustandi að flóna og ég er að lenda í konstant að vera eitthvað varst að tala um mig? Nei að þú veist að því Hvað, horfum við fólk bara á það? Þú veit hvað, you talking to me? Nei, varst að tala um mig? Orðin beinast ekki neitt Núna eru bara allir með grímu og það eru bara allir einhvern veginn að tala og maður sér ekkert við hvernig það er að tala ég veit ekki hvað er að segja P.O.B. er orðið að sama stafnum og mér finnst það bara drullu óþægilegt og síðan er fólk líka eitthvað að segja stupid ass fucking dot COVID tengt verðum bara að tala um COVID af því það er bara það er COVID en það er ekki þetta er ekki lengur eitthvað það er meira COVID heldur en venjulegt líf skilur þú? Bara 100% Ég fór í sund og það eru nýjar reglur Hverjar eru reglurnar? Það má fara í sund Er ekki fjöldatakmarkanir? Jú Ég kerði bara fram hjá sundlaug sá einhver röð og ég var bara ekki séns Helmingurinn af leyfilegum fjölda má fór honni sem þýðir að í Laugardalslauginu með að vera 300 manns núna en ekki 600 eða eitthvað Ok og ég fór í sund með Oliver og maður fer inn og það er grímuskylda í andirinu, tjekkið þetta Ok og ég var eitthvað svona, var ekki með grímu og fólk er að horfa illa á mig ég hugsa bara, ég er á leiðin í fucking sund Þetta er ekki fyrsta sagan sem þú segir í þessum þætti þar sem að þú ert einhvers staðar þar sem að er frekar augljóslega grímuskylda og þú ert bara ekki með grímu Varst ekki meðalabúðin um daginn, minnstu búð í heimi Það var, og skall ekki mála mig upp sem eitthvað COVID-skrimslíðina því það var bókstaflega einum degi eftir að fyrsta grímuskyldan var og ég gleymdi en í þetta skipti Ekki kalla mig eitthvað COVID-skrimslí Ég var ekkert að því Ég er ekki vandamálið Ég er ekki Brynjar Níelsson brjálaður yfir því og skil ekki og þreyttur og bræður yfir ristövel Nei Mjög gott allavega ég var var ekki með grímu hana og það er obviously allir með grímu þannig ég setja með grímu og síðan fer ég inn í klefan og leið og allir labba inn í klefan þá taka þetta af sig grímunar og veitir hvað allir fara að gera? Það fara allir að vera naktir að skiptast á skápum það er bara einhver skápaorgía í gangi og þetta er bara, einn kemur út úr skápnum, nei ekki bókstaflega þannig, en þú veist, kemur er að skila, nei þetta var ekki það skila skápum sínum Alltaf að leggja upp brandara fyrir sjálfa sig Óvart, ég er svo fucking náttúrulega fyndin og menn er að skiptast á skápum skilur og ekki með grímur og síðan fara þær onni í heitan pott þar sem að húðflixuna þeirra fljóta af því að það sem gerist í heitum potti er að bara öll sár þegar við verðum með sár og farið í sund það bara svo brotnað niður og verið partur af vatninu og það er í lagi en ef ég er að labba inn þá þarf ég að vera með grímu Sko Til hvers? I don't get it, maður Það er komið grímuskylda í lúuna hérna Já Í bílalúu
Já, en það enda meikar sens af því að gaurinn þarf að rétta þér posa og hann ekki fara að gera hann með stöngina, posastöngina sem fyrir bara inn í bílinn minn það sann, þú veist ég skil það alveg já, bara þetta eitthvað algjör þetta svo mikil eitthvað mouth to mouth samskipti það samt en þetta með sundið viltu gjöra svo vel þetta með sundið áhugavert áhugavert já, veistu okkur að því ég skildi ekki og mér fannst líka mjög fyndið sem ég las hérna ég las þetta á þennan hvað var ekki menningamyndir Instagram eða eitthvað í gær það sem það stendur það með ekki vera fleiri en 10 manns heima á sér þannig að ef þú ert í 15 manna fjölskyldu þá máttu halda jólin á snaps en ekki heima á þér þú veist það er að búta göt og allt maður nei, þú veist, þetta bara svo fyndið dæmi að því ég alveg 100% ég ekki einna, ég bara mikið heima og ég ætla bara að vera með grímu og I don't give a shit, skilur ég ætla bara að býða hann til þetta búið en það er svo mikið ósamræmi í þessu dóti, það er bara eins og menn sé að giska, skilur það er eins og menn sé að íta bara eitthvað svona randomize laws þetta er svona eins og randomize hvað? Randomize laws bara lög bara lög í landinu ég tók eitthvað randomize taka já, þetta er eins og eitthvað svona þannig what should I eat tonight generator á netinu ég held að sé trikki að vera gaurinn sem að setja reglurnar og á einhvern veginn að það ekki hægt að taka tillit til allra aðstæðna það er bara óhugsandi Nei, auðvitað, en þess vegna finnst mér að semmi bara að vera lockdown, skilur við bara höfum bara aðeins lengur lokað og síðan allir stuð, þú getur ekki verið eitthvað, það má ekki verið í íþróttum en ef íþróttin, ef þú ert 18 ára og eldri í snertilausi íþrótt, máttu æfa á 50 dögum frá 7, þetta er bara við skiljum ekki þessar motherfucking reglur, skilur við Já, það er það sem ég skil ekki af því ég hef ekkert mikið verið að töðu við reglunum ég er meira bara eitthvað, reglunar settar á og ég er eitthvað, já, þetta er nýja lífið mitt, eitthvað þú veist, bara lífið með því einhvern veginn en þetta með, sundið, ef þetta er rétt sem þú ert að segja Þetta er 100% það var engin með grímur í sundi Það finnst mér mér finnst það undarlegt Ég veit að elskar fólk sund, maður Ég fór í sund, veistu hvað ég gerði þegar ég kom í sundið? Ég bókstaflega gerði og sagði Þegar laðist hann í pottinu? Já, ég laðist í pottinu og sagði sagði ég og horfði á alla og allir voru Nákvæmlega maður, það sem maður beðið eftir allir eitthvað með sár sem er einhvern veginn að leysast upp og dreifa sér út um allt ég heldur að COVID smitist ekki með húðflugum Ég er alveg 100% að gera það ekki Ég er 100% Það var einhver frétt Ég er náttúrulega hættur að lesa fréttir en það stóð í einhverju fréttindaginn Það er einhver að segja það frá hann Já að það hafi verið að tala um þetta sundót og þá hafi verið að fara hafi verið sagt að klórið var að eyða COVID Getur ekki bara þá mjaka okkur í klór Ég hugsaði það, okkur erum við þá ekki bara eitthvað öll í sundi endalaust, alltaf Akkur sprautu ekki klór í snæðan Akkur var það ekki opið í sundi allir tíman Nákvæmlega, skák og mát Þórólfur og Víðir sem fekk síðan COVID Klór er lækningin, akkur máttu ekki bara fara í sund Nákvæmlega Voru þeir ekki bandarækjur með eitthvað að drekka klór? Var það ekki málið? Ef þetta eru í alvöru talað einhvers konar ástæður fyrir að megi fara í sund eitthvað svona, já það er að því að klór Af hverju með þá ekki bara er ekki bara opið venjulega sundið þá? En eru þetta rökin? Er ekki rökin bara þau að sundfólk var, þú veist það var bara að vera einhver borgarastyrjöld fólki langaði bara svo mikið í sund þetta var orðin einhver svona hættuleg hópamyndun þú veist einhvern veginn sem var einhvern veginn að fara að bara ríkja að vera meðvirt bara Já, bara ég menna þetta var bara þú veist þeir voru bara að semja við terrorista það er það sem þeir voru að gera Sundmenn? Ríkið Þórólfur var að semja með terrorista terroristan er verandi sundfólk að það var bara einhvern veginn orðið líklegt til alls einhvern veginn þú veist eins og þannig Þú er sundfólk brjálað Það er fucking trillt og líka ógeðslega mörg þau eru svona eins og hópurinn sem er alltaf að mæta þarna
þú veist, á Austurvelli eitthvað 15 sem eitthvað drullu ósátt við grímuskilduna, algjöru aumingjar, en þú veist, það stafar engin hætta af þeim. En af sundfólki, þetta of fólk í fínu formi oft og það orðið alveg brjálað. Ég var komin í ykkur grúpp á Facebook daginn. Fínu formi. Já, sem ræflar Austurvellir ekki í formi. Ég var komin í ykkur Facebook grúpp daginn sem hét Flash Mob á Austurvelli og þá var að tala sko Flash Mobba þessar 15 gaurar sem alltaf að mótmála grímuskyldu. Það enda fucking geggjað. Þetta eina góða Flash Mob hugmynd sem ég heyrt. Sko Flash Mob fyrir þá sem við vita ekki, þegar þú ert í aðstæðum og allt í hennu byrjar, segjum og setja í kringlunni, allt í hennu byrjar skúringagaurinn að dansa og allt í hennu byrjar gaurinn sem grilla hamburger að dansa með honum og síðan byrja bara, allt í hennu komið eitthvað svona atriði í kringu þessu svona eins og leikhús, að þá þið að flashmobbaðir. Já. Hafið að flashmobbaðir. Hefur lent í þessu. Gæði þetta algengt vandamál. Ég var ekki bara í þekki neitt ég fer ekki lengur í Hagkaup skeifunni það alltaf að gerast finnst þetta gæðat óþægilegt ég veit ekki okkur, en á einhvern hátt flokka ég flashmob og stomp í sama flokkin. Hvað stomp? Stomp, muni ekki hvað stomp var það voru svona sýningar af fólki sem var að mynda músík með því kannski að sópa og berja sópin síðan í gólfið. Já, stomp. Já, svona Pepsi-ölsingin. Já, það stomp. Svona berja í tunnur. Ég veit ég... Já, berja í tunnur dæmi. Mér samt örugglega flashmob meira pirrandi. Já, ég sammála, ég meiri stompmaður en flashmob-maður. Jú, en stomp pirrandi samt líka. Veistu, ég man eftir þessu. Það bara elda með. Þú veist að ekki spila ómikið, annars mun YouTube ekki leiða okkur að setja þáttinn. Já. Það ekki séns að þetta sé skráð eitthvað í einhvern algjörn. Ég rétt svo sá að skjáðan, ég sá því gaur. Jú, persmúkur. Það getur við copyrighted smellir. Er þetta gaur í ermalausum ból með hanakamb og moppu sem ég sé það? Það hann þannig, Arnald. Auðvitað auðvitað. Það væri hann bara að elda með þessum sleifum. Á með moppu? Þú eldar ekkert með moppu. Segðu mér, var pæling sem sagt að mæta mótmælin infiltrata þau, þú veist, vera eitthvað, já, nákvæmlega maður, fokk þessar grímur, þú veist, Trump hefur rétt fyrir sér og allt það, og svo þegar mótmælinn byrja, þá kviknar á lægi og, þú veist, helmingurinn bara eitthvað flashmoblið og alveg, ég elska grímur! Já, sko, nei, hugmyndin var, hvað var það, eitthvað, að mæta í svona, hvað heita svona gallar, svona, sem þú mætir í, ef það smit í heiminum? Hasmat galli, alveg rétt ég sá þetta orðið í fyrsta skiptum daginn Hasmat galli ég þekkt það heilengi sko. Já, þú veist, akkur heitir þetta svona, maður þekkir þetta úr tölvuleikjum já, basically bara tölvuleikjum það ekki, var þetta ekki svona í Fallout eða eitthvað já, Half-Life jú, þetta eitthvað hazardous material ég samt bara giska þá var hugmyndin að koma í þannig og sprauta á þau eitthvað heimskudjús hvað tími sem allt þetta lið hefur bæði þetta þessi mótmælendur og þetta flashmob en þetta kannski að spoila flashmobinu ætlaði að gera þetta ennþá, er þetta kannski hægt allt ég held að það sé engin séns í helviti að fólk sem að mótmælir grímu skildu sé að hlusta á hana þátt ef þið er að hlusta á hana þátt ég held að markhópurinn okkar sé meðvitaðari nei, ég geti svona alveg trúið að sé einhver podcastala Feneric sem er líka einhver svona smá samsæriskenninganöttari við erum alltaf að daðra við það já, ég fíla hann líka já, það er góð típa sem er svona báðu megin ég googlaði stomp á Íslandi á Íslandi? Já, okay. Og það var bara reyndar var þetta sko 2016, 11. júní sama tíma og ég var að spila NASA þá var breska sviðsundrið sem hefur heillað heimsbyðin upp úr skónum væntanlegt til lands á ný og þetta bara, þú veist, það Stomp smitandi blanda af slagverki, dansi, leikhúsi og gamanleik við áhrifaríka tónlist sem sprottin upp úr ólgu og erli hversdagslífsins. 8 listamenn nota allt frá sippókveikjurum og ruslatunnurlokum, jafnvel eldhúsvaska til að knýja fram sprengfiman og glaðlegan takt áhorfum á öllum aldri til skemmtunar. En þú veist, af hverju Íta ekki bara play á okkur tæki, skilur mig, og setja ekta tónlist að stað
og dansa bara í staðinn Það er ekkert impressive en eitthvað þessu impressive? Nei, mér veist ekki Nei. Er þetta ekki bara eitthvað svona Jú, þetta er smá eins og töfrabrauð eða eitthvað það er alveg hægt að hafa gaman að þessu Minnst töframenn vera bara á mjög Minnst ekki að horfa niður á það töframenn? Já, bara Heldur að töframenn horfi niður á stomptónlist? Ég vona það Ég held að séu búin að finna þarna podcastalinn memes getið búið til fæðukeðju hérna svona meme fyrir okkur og stomp neðst Ég er ekki sammála Nei Ertu ruglaður? Stomp, töframenn rafíþórsta fólk Hvað er parkourlið? Það er millið þarna töframenn svo Vá, ég samt sko daginn bara ég þarf að koma ég sá eitthvað ruglað parkourmyndband bara það er end of story Ertu að tala hana úr Office? Já, nákvæmlega, ég var að horfa Office og sá eitthvað alveg trill parkour Það sem þeir eru alveg parkour Erum búin skammaðir daginn fyrir að segja parkour vittlust Hvernig segir maður það? Ég veit ekki, ég segja bara svona parkour Ég segi parkour Ég segi parkour Já, hvor okkar er þá að segja vittlust? Held ég Fekkst þú skilabóðin? Ég fekk skilabóðin Já, nákvæmlega Parkour Ok, ég vil þetta segja þetta rétt, parkour Herðu, það er komið ég ætla að spila eitt fyrir ykkur boys bara fyrst að við erum fyrst að við erum í svona miklu stuði á meðan Arnar fer úr úlpunu nei, ég myndi aldrei spila fyrir ykkur stomp hins vegar var fengum við þetta sent Eru tilbúinir? Þetta er meme-akkántin, eða ekki? Jú Ok Ekki leið svo rúla? Já Þetta er alveg bengið Já Kannski aðeins slaka á pitsinu Einu sem ég aðeins svo mikið Kaffi og bíflug, já, það er næst Kaffi og bíflug, yeah Góður effi Kaffi og bíflug, yeah Sko, ég myndi næstu í vilja að fá þetta sem þemalag þáttarins Já, sérstaklega byrjunan Ég væri til í að því nú er þetta náttúrulega næst síðasti þátturinn þetta er næst síðasti þátturinn í þessu seasoni og næsti þáttur er season finale Season banger líka Season banger og þá eigum við alveg inni að setja inn nýtt þemalag Ég meina það má alveg rýbranda En ok, nú erum við mér langaði nefnilega að koma inn á þetta planið mitt var með þess að koma inn á þetta það er viltu viðurkenna bara að þetta er annarkvæmst þú sem ert með akkántin eða einhver vinuðinn Sko, ef ég var alveg hreinskilinn 100% Ég veit ekki neitt hennar fokkin akkánt sko Mér finnst þetta svo ógeðslega óþægilegt af því að það er að myndast svona innanborð spenna Já, líka vantraust okkar á milli Já, af því ég veit að ég er ekki með akkántin Ég veit að ég er ekki Þetta er eins og Ég er kannski með Þetta er eins og svona bíómynd þar sem það verið að leysa eitthvað svona gátu Við erum í lest Hafið ekki séð mynd þar sem er í lest Það er allir sikir Akkur eru það alltaf í lestum Þetta er þess að ég get ekki farið Það var ekki bara ein mynd Já, sem búin Murder on the Orient Express En þetta er basically Nei, ekki hún, það er önnur mynd í lest sem er svona memory sem að spilast aftur og aftur Source code Er það Jake Gyllenhaal Já Nei, en þú veist, við þurfum að finna út hver sökudólgurinn er Já, við þurfum að finna út sökudólgurinn En það var þannig í þeirri mynd, þá eru þið í lest og hún gæti alltaf spila, heilin á hún var bilað og hann man eina minningu Sko, Mást þetta er svona mynd? Nei Jake Gyllenhaal er bara okkur skurðaborðið og er bara haus en það er hægt að endurkalla eina minningu úr hausnum á honum sem er þegar einhver sprengja sprakk í lest og það er alltaf verið að spila hann er alltaf endurlífa þann dag aftur og aftur til þess að komast að einhver morgingin er og síðan fara hann að deyja
Var ekki þannig? Er ég að bulla? Nei, þú varst að bulla með endan. Við höfum sko mjög slæma reynslu að þér að rekja upp söguþráð í bíómyndum í þessum þáttum. Ég alltaf bara ekki, man ekkert eftir bíómyndum. En sko með hennan meme account, að ég er bara þar að er þetta ekki bara einhver hress aðdáandi sem að gera memes? Já, hlýtur að vera, ég bara lofa, ég tengist þess ekki neitt, sko. Ef að giska á, sko, því mér langar að giska á aldurspil og kyn og, þú veist, að því alveg eins og fólk veit ekki hver 18 ára strákur 18 ára gaur 18 ára strákur það er mitt gisk eða hvernig, já ok, ég ætla að fara að giska á eitthvað svipað það eru einu, ég held að það sé svona aldurshópurinn sem að hefur fyrir að gera mýmsíður og er að gera mýms allan daginn ég vil óska þess að ég væri bara með þú veist mýmsíðu fyrir eitthvað sem ég fíla veistu hvað segir mér að þessi account sé 18 ára en ekki 25 það er að séum sagt það kemur eitthvað svona þegar það kemur pósturinn þá segir hann show some love Já, þetta er young cat sko. Er það frasi sem að unga fólki nota show some love? Nei, bara eitthvað svona post eitthvað og posta í story og byggja síðan á eitthvað show some love og því ég það er 18 ára gæi Er það ekki? Bara you cracked it Aldrei sé tweetið hann gæi eitthvað show some love Nei, þú veist, ég myndi aldrei þú postar ekki myndinni þinn í story og skrifar new post show some love En alltaf þetta er svona official account Já, ég núna skilji hvað þú menar Já, núna skilji hvað þú menar Þetta efast Nei, ég skil Þegar að þú postar mynd á Instagram og þú setur hana líka í story til þess að segja að myndin sé líka hinum megin Já, og þú viljið fá like Það er the love Session love Er það samt ekki bara eitthvað sem ekki endilega bara 18 ára krakkar gera heldur bara þeir sem að eru strategískir á Instagram Instagram sem eru bara búin að hann er með fullt af channels það getur vel verið sko en hérna ég er svo ánægður að bara einhver veistu hvernig ég veit að ég er ekki með hann account hvernig? Það er svo latur já, ég er endar reiknað þannig líka að ég held að hún er ekki nenni þessu sko en þegar ég vaknaði og þegar við vorum nýbúin að taka út fund þá var ég bara svona, ok, þeir eru ekki bara gert þetta meme account og svo vaknaði, sé í spjallið og þeir eru bara hvað er með þetta, ert þú með þetta? Það veit allir að þú ert með þetta en svo ég kann ekki svona gera memes er þetta ekki bara eitthvað svona fer inn á bara eitthvað meme síðu? Ég held að fara bara eitthvað meme generator Nei, halló, er það ekki að gera memes? Nei, ert þú að gera meme? Ég er að gera mikið af memes Hvað gerir það? Er það meme generator? Nei, guð Ert að gera mikið af memes og ertu samt saklaus? Já, ég er saklaus, mín memes eru bara þín meme bara á eitthvað annað channel Nei, ég mæli með þið, ef fólk er að gera memes þá þarna, þetta hlýtur nú að vera einsið þarna iPhone símanum eitthvað, en í Samsung símanum mínu þá bara opna ég Memetic Nei, bara myndaforritið, bara gallery edit photos og þar getur bara adda text og öllu, þú þarft ekki að vera með eitthvað meme letur eða eitthvað Já, þú þarft sko Jú, þú veist, þú getur málega, þú þarft ef þú ætlar að búið til svona mynd pissi sundlu og pissi út um glugga fokkin fyndi bæði vegi ég er ekki góð að samþykja að pissi út um glugga en hvað ætlar þú gerir ekki þessa mynd bara í fótós? Jú, þú getur gert það Þú getur gert það? Já Búið til svona mynd Ég skal gera eftir þáttir og senda á okkur eftir Ok, næsta meme Búið til svona meme Næsta mynd sem kemur inn það verður meme frá þér Já, algjörlega Ég til í það Hvað segir boys? Bara léttur Eru þið búin að retta öllum jólagjöfum? Nei, ég er ekki byrjaður Hvað ætlar að gefa konunni þinni? Ég var að spæða að gefa henni síma Í alvörinni? Ok Heldur þú, það er ekki séns hún sé að fara að hlusta á hann þátt Við þurfum að vona ekki Já, ok Allavega ekki fyrir jól Það er að gefa henni síma, hvernig síma ætlar að gefa henni? Hvað kostar hann? Ekki 200 og eitthvað 200 og eitthvað Tjók, þetta er eitthvað bitch að sími maður 69. Veist, henni langar í þetta hún var eitthvað, sendur mér linka eitthvað dóti og ég vil helst
Ég verið að veikina, ég hef ekki eitthvað gett mikið pening. Mér langar helst ekki eina iPhone. Sko í fyrsta lagi, fyrir 70.000 kall, þú fær bara eitthvað bitch-ass síma. 70.000 kall er fullt af peningum. 70 skall er bara, já, what the fuck? Já, þetta er bara eitthvað svona... Bara þetta er gömul tíma. PlayStation 5 fyrir 70 skall, sko. Já, þú getur gert sko ógeðslega margt fyrir 70 skall. Þú getur farið til útlanda og tilbaka fyrir 70 skall. Já, ef ég býð eftir COVID. Hvað segirðu? Já, býður eftir að já. Þess vegna keypti ég símann í staðinn fyrir utanlandsferð. Nei, en þú veist, þetta er bitchið að sími þetta er ekki iPhone. Mér finnst það strax bara eitthvað svona... Hvaða típ er þetta? Þetta er eitthvað Samsung dæmi. Samsung? Hvað hafið heyrt það? Er þetta ekki Samsung? Er þetta gefinni Samsung síma? Já, maður. En hann er úksta stór. Hvað er sem er ekki búin að gera neitt annað en að fokkin drullið Samsung? Nei, þetta er bara... Ég er að fara gegn gildunum mínum. Kaltæðni örlaðana. Já, þetta er nefnilega alveg frekar... Þú var að passa að springa ekki andlut á henni. Ég er hann að púra bara að passa þig að fara ekki að nota hennar síma, það er miklu betri þinn, þó þessi bara einhver 70.000 krónum bitch-ass fucking Samsung síma. Hann er alltaf stór til að byrja með og svo finnst mér líka bara logoð vera ljótt. En svo... Þið getur rista brauð. Hvað logo? Þú getur rista brauð með honum. Í hvert sinn sem einhver posta mynd úr Samsung þá er eins og þessi tekið á ristaðal. Ég veit það, en samt eru spekkarnir, þetta hljóma bara eins og þessi red kamera eða eitthvað. Í svona Samsung síma. Þið vita að í iPhone-um eru bara gamlara Samsung kamerur. Já, sem eru samt, þú veist, þeir eru með eitthvað forrið, þannig að myndina líta vel, það sett mjög vel út, sko. Já. En í Samsung er það ekkert spes, sko. En þú, Arnar, ertu búin að ákveða... Ég ætla ekki að tala um það hér, hvað ég er að gefa svolítið jólugu. Hlustar hún alltaf á podcastanum? Nei, ekki undantekningarlaust. Ég skil það alveg vel. Ef hún var með podcast 2000 viku, ég myndi ekki endilega hlusta á hvern einasta þátt. En er hún að hlusta á einhverja þetta? Já. Henni veistu mjög finnir. Ég held að Jófana hafi hlustað max á það sem ég er að hlusta á þegar ég er að klippa eða eitthvað svona. Já, þið voru náttúrulega off to a bad start, maður. Ertu með klippuna? Nei, þú þittir nú undirbúa það. Þegar Jóhanna, konan á skauta, hér í fyrsta þáttin, henni leist ekki á blikuna. Ég skal reyna að finna náttúrulega. Mér fannst alveg það að fyndi klippa hérna. Þú vildir að intro á þetta. Þegar hún er bara, ég var að segja það er ekkert hún var að segja, hvað er þátturinn eitthvað? Hann er ekki neitt. En hefur hún aldrei hlusta á podcast? Jú, hún er svona byrjaði núna, sko. Hún er nýbúin að fatta að það þarf, og því hún var svo brjá, hún var bara, hvað er konseptið? Og ég var að, er ekkert konsept. Hvað meinar þetta verður að vera eitthvað, þetta verður að segja hvað þetta er. Þetta er ekki neitt. Sko ég vil samt meina, því að núna erum við þetta er næst senstið þáttur í fyrstu seríu. Er komið konsept? 100%. Það er konsept? Það er 100%. Ég ætla ekki þetta er ekki eitthvað sem kemur ekki endalega í orð, sko, en þetta er þarna. Við finnum það allir. Já, ég veist, við vitum alveg konseptið. Það er augljóst. Ég get ekki útskýrt fyrir neinum hvað konseptið er. Það bara hlusta á 30 þætti og þá svona fattar en nokkur nefnir hvað erum að tala um. Ég myndi segja hvað þarf maður að hlusta á marga til þetta inn í þetta? 1, 2 Ég held ekki 1. Ég meina hvernig útskýrir stórbrótið málverk eftir Michelangelo? Bara með listanámi. Orð, nákvæmlega, þú veist, orð ná ekki yfir þetta. Utanum þetta, nei. Það er bara... Þeir eru bara gjörningu líka, ef við hugsaum út í þetta. Sko, ég er svona spá hvort ég eigi að segja ykkur hvað... ég segi ykkur á eftir. Ég meik ekki að því að ég er ekki hræddur að Jófana hlusta þáttinn. Ég hef engar ágjör því. Sko, þó að maður er ein heima, internetlaust, einn fæll í tölvunennar og það væri podcastalinn, þá myndi hann örugglega ekki tjekka á þættinu. Og hún bara myndi ekki nenni hún segir bara, Gauti, þú talar allan fucking daginn. Ég reyndar skil það pínu vel. Ímyndar hún myndi búa með mér. Ég myndi hata það. Það er sem bara að hlusta á podcast og hann er að hlusta. Já, ég sko Nei, ég meina, þú veist bara þetta Sögu Garðars, maðurinn hennar Snorri, er auðvitað með fílalag og við vorum að tala um þetta og hún var að segja að ef ég er að tala við Snorra heima og hann lappar út hurðina og leið hann lappar út og kveikir hún á honum tala þú veist, þá það er svo sækópata hegðun það er bara, hann er farinn en ég verð að hafa hann hjá mér og ég elskar hann svo mikið, ég verð að heyra hvað hann var að hugsa með vinum sínum með vinum ég fæ ekki nóg hleyptu mér inn, Gauti. Í raun og veru ef að Jófana myndi, ef hún hefur aldrei spáðið í bara, hvernig einhver staðar annar staðar,
þú ert ekki með makanauðinum hvernig hugsa maki minn þegar með öðrum hún getur bókstæðlega bara kveikt podcastalunum og séð bara svona svona er hann bara þetta sem hann gerir situr og grillar á sér hausinn eða eitthvað, ég veit það ekki ég með neglugjöf í ár handa Jónu? Já, ég með neglugjöf langar að segja það núna? Já, hvað með þetta? Ég ætla ekki að segja það nei, ok ég skal segja það í season 2 já, ok já, nú er fólk ekki til að býða eftir líka neglugjöf, þú ert bara 100% bara þetta er fucking negla þetta er bíl eða eitthvað? Nei, þetta er ekki bíl þetta er bara svona er þetta annað bad? Nei, vá mér líður aldrei eins og ég sé að ég hef alveg trú á því ofta að ég sé að gefa neglunni ég er aldrei eins og þú bara ég er með fókin neglugjöf, þetta er bara komið engar áhyggjur, þetta var auðveldur aðfangadagskvöld að því maður hefur núna erum við búin að hefur gefið einhverja skitu? Nei, ég held ekki ég er alveg sko, ég er góður þegar kemur að gjöfa með maka sko ég er líka svona, maður þarf að hugsa ást út fyrir boxið, þú veist, maður þarf að minnst alltaf miklu skemmtilega að fá eitthvað persónulegt heldur en að fá eitthvað sem kostar shit Hvað er það eitthvað sem eitthvað gerir ég skal bara það? kaupa mér eitthvað fucking stúsiskiptu, skilur ég bara, veist hvað ég tala En hvað með dæmi persónulegt? Er það talað þó ef ykkur hefur búið eitthvað til fyrir þig, til dæmis? það er ekki bara bestu gjöf sem ég hef fengið bara, ég á kassa inn í geymslu sem enginn veit af í raun og veru fyrir núna Nei, hvað er það? Gúmmíras besta gjöf sem ég fengið, gúmmíras í hvert sinn sem að ég byrtist í blaði sem kemur inn á heimilum mitt þá set ég bara blaði í hennar kassa ok, það er enda að gegja ég á bara, við talum bara hundruði blaðagreina skilur eitthvað sem ég er búin að safna bara það er gegja, já, sigg einu sinni bara einu jólin opnaði jólapakkan og Jófana var búin að taka öll blöðin, klippa út tímaraða og highlighta út úr greinum You're making me cry over here já, nákvæmlega og ég opnaði þetta og þetta var bara besta gjöf sem ég fengi þetta var svo hún var svo persónuleg og hún eyddi svo miklum tíma í þetta og búið að flokka þetta og þetta var ekki lengur risastór kassi skilur með bara gulum blöðum eitthvað og svona dót dýrka ég þannig að ég elska hvað þetta er specific svona dót dýrka já, til dæmis svona til dæmis ef það er, ég veit það ekki þegar einhver fer í gegnum allar blaðagreinar sem er búin að skrifa þig það taka það allir, er ekki allir með svona kassa með svona 100-300 blaðagreinum sig og myndum ég vil fá þannig það er út að gott að fá þannig skipulagt bara svona hugmynd bara svona hugmynd sem ég fekk á óskalistanum já, eitthvað Gauti eitthvað með fréttablaðinu Gauti mælinn með einhverjum gjöfum sko úrklippubók með mínum afreikum ég sko, en síðan ég hef svo lélegt fokkin minni, ég er að mun eitthvað man einhver hvað hann fekk í jólagjöf fyrra ef þetta er ekki persónulegt er þetta ekki bara ándjóks ég er að reyna mun hvað ég fekk sko, ég var að hugsa þegar ég ætlaði að fara í eitthvað voða leiðangur ég bara svona hvað er ég að gera þetta, hvaða zombi er ég að fara að kaupa bara eitthvað stúsiskiptu eða eitthvað sem að fólki áttur að gleyma ég gaf þeim eftir 2 sekundur og já, fokkin proper Samsung síma sem að minnir hann alltaf á mig nei, en þessna er ég til dæmis, ég kann eitthvað aðeins að teikna og eitthvað svona, þessna er ég bara svona og ekki bara eitthvað að teikna eitthvað að setja í ramma, þú veist, er það ekki bara skemmtilega gjöf? Ándjóks, minnst svoleiðis stótt alltaf, þetta er gælur elska föndur that's a fact og síma ég get sett þetta í samingi, skilur, og farið ef að Stella dóttir mín eða April, þær kemur heim með PlayStation 5 nei, þegju það eins þetta stríða mér ef það myndi koma heim ef það myndi koma og gefa mér ból þú veist, bara eitthvað geggjaðan ból vút ból og ég myndi opna hann og ég var alveg takk stelpur, eða þá hún kemur þær koma heim með eitthvað föndrað úr leikskólanum og skólanum eitthvað svona, pabbi, ég gerði þetta fyrir þig og gefur mér það er geðvögt
Veist, þannig að svona litlir hlutir sem skipta Ertu að ætlast til þess að 5 ára dóttiðin gefur einhvern wood-ból? Eða ertu að meina það sem ég var að setja upp í hérna hún sem er ekki búin að vera að tæma spari í bauginn sinn? það sem ég var að setja upp sem myndlíkingu að það væri ömurlegt að fá wood-ból frá dóttur minni Já, miðað við eitthvað svona miðað við á móti einhverju persónulegu dótti þannig að ef maður getur það ég skal segja ykkur hvað ég er samt að fara að gefa einhver liði Já, að þú veist einhverjum fjölskyldum bara kóta með það Jólagjáðuhumyndir, podcastarnas þetta samt svona sætgjöf sko. Ég fór að veiddi lax í sumar og var að fara með henni í reik og að láta grafa hann og núna er ég bara með einhver 11 kíló lax Já það er fokki mikið sko. Þannig ég þarf að gefa þetta gjafir Sko, ég er fan af því að gefa og fá mat þú veist eitthvað, þú veist góða bara matarolíu eða þú veist eitthvað salt eða eitthvað, þú veist eitthvað shit sem að maður notar og já krem er fín Rakspjörur það er gott að fá krem Já, og Þannig að sokkar, finnst ykkur það ekki? Já, Birtu CBD-krem Það er alltaf best Já, ég held að það var svo venjuleg krem ekki með hassi ég vil setja mitt með hassi Er þið ekki bara ég er að fá svona 4-pakka Já, ég hættur að fá eitthvað gommu Ég er líka nenningin svona að fara út og sækja þá Veitir hvað er að tala um? Maður þarf alltaf að taka rosa rúmt á aðfangadars Já Hvað segir þau? Þarf maður alltaf að taka rosa rúmt? Já, þú veist, ég maður í gamla dag svona kannski hitti fyrir það eitthvað þá tók maður rúmt og var að sækja gjafir og fara með gjafir og eitthvað svona og það er eitthvað, það er minna núna í ár sko það sé ekki bara svona 4-5 pakkar eða eitthvað sem maður er að sækja Er það ekki bara fínt? Það er bara geggjað Ég myndi sækja þetta fyrir aðfangadag Já, ég fer aldrei Þetta var svona pínu hefð sko. Það fara bara í hátinn í sparifötunum og sækja pakka og eitthvað Það eru þið mikið jólabötn eða? Ég byrjaði að vera jólabötn fyrir svona 4 árum Ég var smá jólabötn þegar Stella fæðist og síðan þegar ég byrjaði að græða á jólunum þá var ég alveg mega jólabötn þegar ég byrjaði að halda júlevinnar En er ekki alveg frekar mikil stemming að halda svona jólatónleika? Það er ekki... Jú, og veistu hvað geggja við það líka? Þá ertu með svo góða afsökun fyrir að þurfi ekki að gera allt í jóladótið. Já, þannig Jóhanna bara græðir þetta gjafir og... Já, hún reyndar hefur alveg gaman að því og ég bara, þú veist... Hún hefur gaman að þessu maður. Nei, hún er meira svona, þú veist, hún er eitthvað alltaf að dunda eitthvað, gera eitthvað fínt heima setja kerti sem er kerti í krukku á klósettið og eitthvað Geðveikt. Kerti í krukku á klósettið er mest cozy vibe af öllum Já. Er það ekki? Jú. Er það á setunni? Nei Já, baðherbygginu Þú sagðir á klósettinu Já, ég myndi Já, klósettinu er þessin herbygginu inn á baðherbyggi Ég er ekki nýkom með bað Veit ég hvað það, við vorum ekki að tala um þetta daginn Jú, ég er samt bara, ég á mjög erfitt með að bara taka tímu deginu bara til að chilla í vatni sko. Já, en það eina, við tölum um þetta daginn það eina sem er skrítið eiginlega við að vera í baði eða 2 hlutir, erfitt að leggja í því og tippi flýtur svo skringilega Já, er það eina sem angraði þig? Já, en þú veist, mér er bara mjög næs að fara til þess heitan pott En eru þið að fíla þegar þeir eru í baði og fara svona með eyrun aðeins og þeir eru svona Já, geðveikt Það er ekki svona Já, þeir eru svona En af hverju setur eyrun núna í? Finnst það ekki friðsælt? Jú, ég gera það út af því Það er uppás hlutur með bað Þið gerir það? Vá, mér finnst svo óþægilegt Í alvöru Fá vatn inn í eyrun Já, þetta er bara, ég trúi að við komum öll Það flæðir ekki eitthvað stjórnlust bara inn í höfuðið Það flæðir samt alveg þangað til að heyrir ekki Já, þetta er þannig, þú veist, þú upplifir ég upplifir svona eitthvað bara svona massa frið Hafið farið í floating tank? Já. Nei Fórstu niður á Laugavegi, Já, hverju skutu eða Nei, á Rauðurárstíg Fannst það Var það eitthvað næs? Mér fannst það geggja sko. Þér fannst ekki Já, fílar þú ekki, já? Nei, sko ég held þér að segja að ég hafi ekki alveg verið komin í mindsetið sem ég er í dag ég held ég þurfa að fara aftur Ég myndi alltaf, ef þú myndi pröfa aftur og ég ætla að gera þetta aftur og ég væri helfilega að hafa þetta sem einhver rútínu sko. Náður þau djúpslökun? Já, ég myndi segja það Já. Án þess að reyna sko, En fórst í eitthvað svona outer body dæmi eða upplifir eitthvað svona Já, þú veist, þú upplifir alveg sko, Mér sveiði svo augun Út af hverju? Varst að klóra þér með saltinu? Já
þetta er náttúrulega ógeðslega mikið salt þarna. Nei, það er svo mikið salt að þegar þú ert að labba inn í herberginu það var salt á gólfinu, skilur það var salt allstað, skilur Ok, það er svona flýturu Já, er þetta ekki og þetta er alveg, þú veist, er þetta heitt vatn eða bara svona við líkamsita Þetta er ákveður líkamsiti Þetta hugsun á, þú áttir rauninni að slaka á öllum skynfærum þeir á að líða bara eins og floating in space og hérna þú veist svona mínu upplifun var þannig að maður er komin núna og því spenntur yfir svo búin að kynna sér þetta svo er maður bara eitthvað þetta er bara eitt, skilur, þetta er bara eins og ég held ég flýt bara í ykkur vatni og það er allt slögt en svo náttúrulega er maður ég var í klukkutíma 90 mínútur inni og eftir, og það er tímaskinnið er fucked by the way, þú veist ekki hvort þetta er 10 tíma eða 5 mínútur, þannig að eftir smá tíma að þá ferða alveg svona hvort sný ég þessótt eða hina það er eina sem ég upplýði þetta var að ég var alveg, er ég langt í burtu frá köntunum eða ekki, eins og bara herbyggi var búið að breytast eitthvað síðan ég læðist ofan ég var vonastilega með bara enda, er ég langt í burtu? Búið nei, þetta er hafi ekki mér finnst þetta hljóma alveg vilja þetta er síðan þegar þú málega svo kveiknar ljósun hægt rólega að þegar þú stendur upp þá finnur þú fyrst bara, þetta var djúp slökun þetta er bara eins og að standa upp í fyrsta skipti mér fannst þetta klikka þetta er fín jólagjöf ég náði ekki, ég gaf þetta jólagjöf fyrra hérna held ég gott, önnur hugmynd, innskott geðu upplifanir föndur, upplifanir matarkins námskeið, er það ekki the gift that keeps on giving talandi námskeið, ég er búin að vera með mig langar svona raunverulega, bara svona eins og þegar maður var lítill og langaði að læra eitthvað mig langar svo fucking mikið að fara að búið til keramik bara svona potteri og þetta kemur bara af því að ég er að followa Seth Rogen á Instagram ég ætla að minnast á þetta eru þið líka að followa? Ég veit ekki svona af hverju ég er alltaf búið til hann er að gera einhver illa fyrst og fremst öskubakka undir þetta jónunina sínar en svo er hann líka farin að, þú veist, gera einhverju svona starri vasa og þetta er eitthvað allt ógeðslega flott hann er búin að levela upp alveg big time hann að það ég tengi pínu við þetta, þegar ég sá þetta og hugsaði vá, hvað ég er til í svona snúningsgæja svona gett róandi tónlist og snerta bara eitthvað svona eitthvað blöytt sem ég var líka bara svo mikið til að vera með einhvern fucking öskubakka heima á mig sem er alltaf ekki í mikill í notkun að það er ekki lengur kúlar ekki inni en ég var eitthvað, ég bjóða til og gefa öskubakka fólk var eitthvað, þetta er áhugaverður hlutur ég nákvæmlega, ég bjóða til allir bara eitthvað, what? Hvaðan fær þú dótið þitt úr búð? Þarf maður að eiga svona snúningsgaur til þess að gera svona annarkvort það eða hlaupa mjög hratt þarf þetta að vera að snúast til þess að búið til svona lítinn öskubakka þarf maður að snúni eða þarf maður bara að leir og byrja að móta ég held bara leir þá ég veit það ekki, þetta myndi maður myndi kannski læra þetta á námskeiði og hlýtur að vera með snúningstæmi til þess að ná sér í öfnu ég veit ekki, veistu hvað þetta er satisfying að hugsa hennan leir blautan en þegar hann er þurr og maður snertir hann með berum höndum þegar hann er ekki búið færð þú líka? Nei, ég er bara að reyna að tengja það ég fæ bestu viðbjóri hvað meinar þú? Bara eitthvað svona þurr leir? Ólakkaður leir? Ólakkaður ég er endar mér finnst það kósi ég veit hvað þú meinar mér finnst það kósi svona stamur það á ekki, finnst ykkur ekkert pirrandi hluti sem heyri skemmt mikið í þér og snertir nei 100% samanlega 100% en eru plís að vera quiet keramik svona leir sem er þurr er eins og gróf tabla inn í gamalli kennslustofu er það að tala um að þetta fari ykkur á sama hátt og þú veist gaffall við krítatöflu dót já, svona neglur við krítatöflu og hendur við sandpapir hvað segir þú? hendur við sandpapir en tennur við sandpapir það hljóma bara hvað er þitt svona dót? ég veit það ekki finnst þér, áttu ekkert svona klíu dót? Jú, við vorum ekki, ég man ekki hvort við vorum í þætti ekki en við vorum eitthvað að tala um fröðplast nei, þegar ég fröðplast er bad maður nei, ég er ekki með neitt svona skrítið það sem eina sem ég mundi eftir var að einhvern tíma þegar ég var lítill þá var ég iðnaði hverjum á Sauðárkrók og fann eitthvað mjög eitthvað undarlegt stykki á jörðinni sem ég sparkaði í og þá var þetta rotnandi kjöt og það voru svo mikið af svona
gott svona Þú ert samt að miskilja. Já, ég veit það, af því að þetta er það eina sem ég tókst að rifja upp, en þetta er náttúrulega bara, hann myndi allir fríka út. Þetta er ekki eitthvað svona, já ok, finnst þið rotnandi kjöt með ormum í ógæstu? En það er alveg svo, ég hugsaði þá þá og er eitthvað en þú lítur að eiga eitthvað, og sko, hér eru svona triggerar sem að maður heyrir oftast gaffall á disk. Ok. Já, þú veist, ég við ekki nála að mér finnst það pirrandi, sko. Fólk sem að tekur 2 fröðplast og nuttar þeim saman og gerir bít í hangklæði. Bít í hangklæði? Og gerir svona. Ok, fleiri hugmyndir. Þú er bara fóliartist. Já, og síðan er náttúrulega ógið sem er að snerta ráan leir. Ertu að meina bara svona eins og þegar maður var barn og var að leik sem er leir? Nei, ég er að tala, það er geggjaður leir. Ég er að tala keramik sem er þurrt og það er ekki búið að setja það er ekki búið að setja lakk á það. Veit ekki hvað að tala Myndið þú alltaf bara svona, væri þú bara með lakkara? Myndið þú leira bara blöyta, þetta er tilbúið, ég sé þetta bara eftir viku. Já, ekki svona intern sem væri bara að sjá með lakka öskubakina þína. Já, þetta er eitthvað meira? Minnst þú er búin að hugsa þetta greinilega? Miljón hlutir, til dæmis sósa sem er búin að þotna á borðinu. Finnst ykkur það ekkert? Þið eru að tala svona sikvarn hluti. Ég er að tala Mér finnst þetta ógeðslega. Ég er bara, heyrði ég rétt? Bara sósa sem að sullast á borð og þotnar. Já. Hvað er málið með hana? Hvað er hún með eitthvað issue? Út af því að svo, þegar ég reyna að þurrka hana burt, þá er eitthvað svona vökvi þetta er svona húpa-búpa tyggjó með svona dæmi í miðjunni, þannig að þegar ég snerti þá verður þetta aftur. Ertu að tala brúnasósu eða bara majónes? Ég er ákveðt að hugsa núna eitthvað rauðasósu. Rauða tómatsósu? Sér þurrkaru og þá þurrkast bara miðjan í burtu en hringurinn er eftir. Já, maður er bara svona. Og þetta nutta ekki eftir fast. Þetta nutta ekki eftir fast til að ná restinni. Þetta er í mestalagi pirrandi, sko. Þetta er ekkit eitthvað trigger. Jó, þetta er pínu trigger. Strákar, þið eru að miskilja konceptið. Ég er að tala triggera sem láta þið fá hroll. Já, ég skil konceptið. Ég bara meina að ég eða þú veist ekki eins og þú ert alveg fársjúkur maður. En sósa borð. Já, nákvæmlega. En eitt sem triggerar mig mjög mikið. Það er 2 aðalegin eldhúsi. Einn er bara að gera eitthvað venjulegt. Annar er að rista brauð og tekka á þessu, setur það beint á borðið. Smjör far á borðinu. Eða sérst svona fytufar. Þið notið diskundir rista brauð. Þú ert bara að tala um mannasiði. Þú ert ekki að tala um eitthvað triggeri. Þú ert bara að tala um hvað triggeri er kona. Hættu líka sko að setja ykkur ömuleg dæmi. Þú ert alltaf eins og sért eitthvað, ok, nú ætla ég að útskýra þetta vel og svo segir þú eitthvað sem bara ennþá heimskulegra. Þetta er ekki heimskulegra en sósa. Þetta er svo fucking heimskulegra. Þetta er mjög heimskulegra, en má ég segja reitt, þú rista brauð og setur það beint á borðið. Það er psycho. Já, en það myndast ekki. Þú ert bara snirtipinni, það er málið. Það myndast, þú tala um að myndast svona smá gufa undir brauðinu. Já, hætti þessari gufu, setja þetta á disk. Hætti þessari, já, for real samt. Og því að, þú veist, ég er ekki að reyna að láta vera í töðunum, maður er bara svona, heldur að diskar hafa bara verið fundnir upp bara for the fuck of it, skilur. Ég segi ykkur eitt, ég er enda svona búin að slaka eins á eftir eignaðist börn, en því börn náttúrulega borða ekki með vörunum, við borða bara með tönnunum. Og borða fullorðinir með vörunum. Já, við erum alltaf að ræða þetta. Við verðum ekki með vatn. Þetta er keksrik svo. Já, við komum það var komið niðurstaði þetta mál. Þeir eru niðurstuð með það, en ég man ekki hvað ég var að fara að segja. Jú, Hlynur, sem var með mér the original podcastala Hlynur. Ekki einhver phony ass ég. Ekki phony ass. Klifraði på kastalan. Hún finnst bráðinn ostur. Ég hef búin að tala um þetta í mörg ári, ég held að það sé lungu og hún kom með svo mikið ógeð og ég heyra um að tala um þetta. Finnst hún bráðinn ostur? Hún finnst bráðinn ostur, hún finnst hann ekki vondur, hún finnst áferðin svo skrítin að hann kúast ef hann borða það. Og veit ég hvað hann gerir? Ég fór að hugsa um þetta þegar ég voru að tala um ristabrauð. Þetta er svona smá eins og fíl ekki, þú veist, kynlíf eða eitthvað. Já, smá, það er þannig. Þetta er smá þannig bara, þú veist, þetta er bráðinn ostur, þetta er bara lífstíl. Já, og veistu hvað hann gerir? Þegar hann ristar brauð, hann hristi brauðið, svona, kælir það. Ánægð með hann. Svo, það er ekki til að taka gufuna, þess að osturinn bráðin ekki ef hann setur það
á ristabrauði. Það tilgangurinn með ristabrauð og ostur. En gæti hann ekki mílpreppað þetta þá? Rista bara daginn áður og setja í póka og eitthvað svona? Ristabrauð daginn eftir viðbjóður, sko. Ég er líka búin að nota það sem einhvern blævangi smá tíma. Já, true. Það verður ekkert ókeyslegt við það. En ég mitt á félaga sem gjörsamlega meikar ekki tyggjó. Hún finnst það ógeðslegt bara. Já, þú veist, við erum að tala ég eitthvað svona, hlýtur að grínast og ég var með tyggjó og bara, nei, please, eitthvað sem ekki tyggjó úr því maður. Bara með... Já, bara aðrir með tyggjó. Já, þú veist, ef maður nálægt og hann bara svona sér smá tyggjó. Ég ætla rétt svo vona og gerir ekki svona. Nei, þú veist, ég voru að gera þetta fyrir svona, bara for the sake of the show. En maður spyrir ykkur að einu, hafið þið farið á veitingastað sem heitir, ég man ekki hvað heitir, þetta er Eþíópísku veitingastæðar á Flúðum. Nei, en ég fór þangað samt í sumar og var sendur út af því ég pantaði ekki borð. Já, ok, en þið þekki hann að stað. Þetta er Minilig eða eitthvað. Já, þetta er Minilig. Sjá þetta. Eþíópísku staðar á Flúðum. Ég var þarna á 3. degi. Bara gekk inn klón 6 og hafa bara, sorry mister, bara allt bókað. Þetta er alveg mjög vinsælt staður. Við erum á Flúðum og það er 3. dagur og það er bara allt bókað. Hérna, Minilig. En þú veist, þetta er ekki einhver risastæður, en veist, fólk virðist elskina stað. Já, mjög gott. Ég glaður með að svona koncept gangi upp á staðan sem Flúðum. Ég líka, en það er bara svo pirrandi út að ég er bara svona almennt leiðilegu gæi, virðist vera, út af því að ég fyrir annan stað og það var alveg leið og ég fekk matinn, þá var ég pínu tryggeraður. Okkur? Út af því að gæinn var eitthvað að segja mér að borða þetta með höndunum. Áttur að rífa brauðið og þú veist, setja brauðið í hendina og grípa drasl. Já. Ég fekk Ég keypti þetta koncept í alveg, Ég hef einu sinni borðað eþíópíska. Borðað með nýjapurum. Það var frowned upon, skilurðu? Þetta er ekkert frowned upon. Ég upplifði þegar ég svona, ég ætla bara að nota hnífa, skilurðu? Það er kannski best að þú komið þig bara út. Gæinn horfði þannig á mig. Já. En notaður nýjapur? Já, ég gerði það, Ég var einu sinni á... Og sagðan, shame. Nei, hann varst alveg, þú gerir bara það sem þú vilt. Drullaður út. Var hann íslenskur eða var hann þaðan? Nei, hann íslenskur, sko. Ok. Hann var eþíópíska Já, konan hans er eþíópísk. Já, ok, en hann er partur af staðnum og þekki menninguna. Þetta var ekki bara eitthvað random starfsmæður sem var bara... Nei, þetta hann alveg rótgróin svona fan af þessu konsepti og... Heldur hann væri líka að gera þetta núna ef það væri bara, það er 10 manna samkominn er COVID, ef það verður að borða með höndunum. Hann ætlaði sem hafa hreina, hann gerði ekki neitt nema á svona pínu, já, ok, ætlaði að borða með hnífum, ok. Suit yourself. Ég dýrka þegar eins og það er marakósku staður á Siglufirði og eþíópísku staður á Flúðum. Ég dýrka þegar það er svona menning, svona öðruvísi menning á litlum stöðum út á landi. Því að vanlega er þetta bara eitthvað svona, veist, eins og Akureyri er ógeðslega gott í því að vera með fullt af lélegum stöðum. Já. Ég meina og þú veist það er svipað á Sauðárkróki, það er ekkert eitthvað svona stendur upp og það er oft þannig það er oft þannig á stöðunum á minni stöðum út á landi að stundum er það bara sjoppan það sem eru grillaðar hambúrgarar. Já. Ég er að tala með svo lélegt konsept sem maður dæmir ekki því að þetta er náttúrulega minna samfélag og það þarf einhvern veginn að vera meira í boði fyrir alla, en þetta er alltaf eitthvað svona mini hardrock staðir. Já. Þú getur keypt pítsu, hambúrgara, kjúkling, vöfflufranskar, burrito, einn pastarétt og súpudagsins. Já, og seilungur og bara allir pakkin. Þetta er oft svona, sko, og einhvern veginn ekkert gott. En síðan eru sumir staðar út á landi eins og á Höfn hvað segirðu? Hvað er á Höfn? Það eru 2-3 geggjaði staðir, ég man ekki hvað heita, en ég man bara af því að, þú veist, maður hefur verið að ferðast með hljómsveitinni svona út á landi, ég man að Höfn er staðar sem ég get treyst á að ég fæ geggjaðan mat. Svona mat? Hamburger, pítsu? Já, er með eitthvað humardrasl. Já. Geggjað. Er eitthvað svona áberandi bestu matur, svona veitingastæðir sem mannst eftir eitthvað stóra landi? Einhvern tímann skulum við taka saman bara út á landi þátt. Við erum búin að ferðast fokkaðist mikið um landi. Já, og ég er ekki búin að ferðast neitt, sko. Vá. Þannig að það er góð, ég veit ekki neitt um Ísland, sko. Sko, af því varst að tala um enn eþíópíska mat, af því ég komst ekki inn á stað, en ég hef fengið eþíópískan mat, ég hef fengið svona smjörþefin af þessari matarhefð og þessari framsetningu. Og það þegar ég held ég einhvern tímann að tala um það áður í þætti að ég hafi einhvern tímann verið á Reggae festivali á Spáni
þá þarna voru bara eitthvað þarna svöng í kringum bara það var bara nótt og það var tónleikafestival og ég fór á einhvern stað að pantaði með mat og ég vissi ekki ég var að panta eþjópískan mat og þá fekk ég þetta einmitt bara, ég fekk risastóran bakka sem var bara svona hlaðinn af mat og allt í kring voru, þú veist, brauð sem að reif og allt það og ég var fan sko og þú gerðir þetta svona traditional way þetta var minnstakosti fullkominn festivalmatur það sem með hendina bara putta hann í þessu og... Nei, finnst þér eitthvað ógstætt að borða með mat? Þú ferð aldrei með puttana í matinn. Þú grípur brauðið, notar brauðið til að búa til bita. Já, en þú síðan borða brauðið, skilur mig. Þú heldur alltaf á brauðið. Hvernig ætlar að borða samloka á þessu snertana? Nei, en ég að segja, hvernig getur ekki kallað brauðið mat, skilur? Þú þarft að snerta mat. Notar fucking hnífapur og brauð. Þú veist, ef þú ert að borða burrito eða eitthvað, þú veist, það er það sem við erum að reyna að útskýra. Þetta er bara eins og... Þú setja það svo myndrand, ég sá fyrir mér ristabrauð. Ég er að reyna að útskýra fyrir þér, þetta er svona eins og fá sér taco. Hvernig ætlar að borða tacoið með hníf og gafli? Þú heldur alltaf á fokkin brauðinu. Nei, það eru umbúðir í kringum tacoið sem ég get alltaf látið svona eins og þetta sé, þú veist, þið fattið. Ég er svona gradually opnið þetta. Við þurfum að berja hans. Ég var bara fokkin segja, við þurfum að berja hann í fokkin klessu. Við klára þáttum fyrst það? Já, klára þáttum fyrst. Þetta er djúfisins, já, ég veit ekki maður. Mér langar svo mikið að kýla hann. Ég er að hugsa, bara söpvið með nýjapurum. Ég var að fatta það að mér fannst bara þessi matur pirrandi og mér fannst bara pirrandi að hann baði mig að borða með puttunum. Ég ætla það sem ekki meira máli. Þú ert ekki búin að vera eitthvað, sko... Þannig að þetta er smá racist. Bara mánuði saman eftir, sko, þessi gaur og pót ekki með neitt tón. Hann var bara eitthvað svona útskýra fyrir eitthvað. Þú ert hérna inn á eþjópískum veitingastað og svona er hefðin og allt það og þú eitthvað, ok, það er alltaf svona dæma, mann. Ég er ekki tríðun að þessu maður. Gaurinn eitthvað bara hjálpa þér í lífinu. Það sem kemur mest á óvart er að þú hafi farið út á land. Þú hefur ekki farið mér til varnar er þetta flúðir. Já, þetta er ekki rosalega langt. Þetta er bara rétt hjá Hveragerði, eins og ég þekki það. Já, við náttúrulega erum með bústaðan rétt hjá. Það er eina ástæðan. Ég fer bara í bústaðan og búið, sko. Svo sé ég ykkur að fossa. Nú ertu giving out your identity. Nú veit fólk að þú sést rich. Ég á ekki bústaðan. Á ekki krónjónum. Ég semst fer í bústað. Já. En það er eitt hérna varandi semst næsta þátt. Ok, tölum við það. Hérna, þú veist... Sem er season finale. Já, bara official season banger. Það eru bara varðin í jólafrí frá okkur öðrum. Já. Það er mjög sett. Mér finnst það flott. Ég finn það núna bara eftir þetta áðan, ég þarf pásu frá þér. Eftir að matar? Já, ég fór yfir strikið. Allt í góðu, sko. En þú veist, ég heldur við gott á þessu. Bara Snickers með hnífapurum. Ég er náttúrulega bara í smásund eftir þannig að Seinfeld-þáttinn. Já. Skilur þau? Maður prófa það. Var Snickers nýjabarþáttur? Já, heitt þáttur sem snýrist að mestu leiti bara það. Ég hef ekki séð það Seinfeld. Nú hefur eitthvað að gera mjólin, mæli með það. Seinfeld er gutt sétt, en varandi hérna næsta season, það var líka gaman að heyra frá hlustundum hvort það væri einhverjir dagskráliðir eða einhverjir svona pælingar frá þeim. Já, sem getur fengið í jólfríinu til að pæli. Já, það væri geggjast. En við erum ekki farnir í frí, það er eitt þáttur í viðbót. Já, banger. Maður segja eitt Seinfeld. Mér finnst mjög fyndið. Það er ekki að fara að berja ykkur báða þeirra. Ég er ekki að segja þetta um ykkur, en mér finnst oft eins og fólk sem að svona, fólk heldur að það sé frumlegt með að segjast horfa mikið á Seinfeld og fólk svona lætur eins og að sé merkilegra en eitthvað annað lið af því að það nær að tengja við svona ég veit sko það er bara skemmtileg það finnst öllum bara fucking Seinfeld skemmtilegt þú ert ekkert merkilegur en annað fólk Nei, þetta er líka vinsast þetta er í heim eða eitthvað Já, þetta er samt svona ég fatt að svona Seinfeld róka það er einn gaur sem býr það er einn gaur sem býr upp í grá og hann elskar Friends og gaurinn sem býr í miðbænum gerir horra Friends ég var að Seinfeld gaur, þú veist ekki neitt eitthvað svona þetta með eitthvað einu munun á, eða svona heldur munun á ég er samt þessi gaur, ég elska Seinfeld, ég hata Friends Já, en sko ég til dæmis hata ekki Friends en málega er að Seinfeld bara stuck their landing þú veist að þeir hérna kláruðu 9 seríu með stæl meðan að Friends gerði 6 góða seríur
og síðan komum 4 liðlegar var það þannig? Já, mér finnst hérna 7, 8, 9 og 10 mér finnst það ekki skemmtilegar Friends bara svona dót sem að ég ætla bara að lifa í minningunum ég ætla ekki að horfa á Friends í dag mér finnst Friends allt í lagi sko. Já, mér finnst Seinfeld líka gott sko. Ég horfi stundum ég er enda, það er svo langt síðan ég horfa hryllingsmynd ég horfi stundum á Friends þegar ég var að horfa á einhverja ógeðis hryllingsmynd bara til að róa sig bara til að líða betur sopna við eitthvað já, bara Chandler eitthvað og hlátur og eitthvað skilur Chandler og Joey Herri, ég ætla að taka forskot á hana þeir lemja mig þannig að ég klárið þáttinn Herri, motherfuckers hérna það er síðasti séns að follow okkur á Instagram áður við lokum fyrir það og bara þú veist YouTube þar sem við erum eða þið er ekki maður að sjá intro okkar og bara þú veist YouTube Kíkja á YouTube Kíkja bara á YouTube Kíkja á eitthvað funny videos PewDiePie, Friends, funny moments Friends bloopers og Seinfeld bloopers alls konar dót og bara, þú veist, alls konar dæmi förum betur yfir þetta í næsta fucking þætti af því það er season finale Bye